Velkomin í þetta kennsluvídeó hvernig við gerum páskaeggja kanínur. Ég byrja á því að gera galdralykkjuna eða magic loop og ég gera hana svona. Það til alls konar kennslumyndbönd hvernig þetta að gera hana á YouTube og ég mér sem með eitt kennslumyndband sem bara fyrir galdralykkjuna. En þessi aðferð hefur gagnast mér best. Og eftir að ég búin að gera galdralykkjuna að þá ætla ég að gera 6 fastalykkjur inn í hringinn. Þannig að hringurinn eins þjónar í rauninni lykkju. Þannig ég fer inn í hringinn, sæki bandið og sæki bandið aftur og dreg í gegn. Gerir 6 svona fasta lykkjur eða fasta pinna. Þetta þá í raun umferð 1. Þið getið séð lýsingu, textalýsingu í lýsingunni fyrir neðan myndbandið og fyllt þeirri lýsingu einnig. Þannig að þegar ég er búin að gera 6 fasta lykkjur inn í hringinn að þá tek ég í stutta endan, stuttaspottan og dreg hringinn alveg í gegn. Og þá hef ég við raun umferð 2. Og þá ætlum við að gera 2 fastalykkjur í hverja lykkju. Þannig að ég fer alltaf undir 2 bönd og geri hér fastalykkjuna. Og nú ætla ég að nota prjónamerki eftir fyrstu lykkjuna í hver einustu umferð. Þá set ég prjónamerki utan lykkjuna. Þannig að ég veit hvar fyrsta lykkjan En núna ætla ég að fara aftur ofan í sömu lykkju og gera aðra fasta lykkju þar. Og þannig koll á kolli út umferðina 2 undir hverja lykkju og í lokin verða þá orðið 12 lykkjur á verkinu. Hérna ég komin út að enda, 12 lykkjur komnar á og prjónaverkið sýnir mér að ég komin að fyrstu lykkjunni í umferðinu undan. Þannig að nú tek ég prjónamerkið af til að byrja umferð 3 og þar engin útaukning, heldur fer ég bara einu sinni undir hverja lykkju, kem prjónamerkinu fyrir á fyrstu lykkjunni og fer svo einu sinni undir hverja lykkju út umferðina. Þannig að það 12 fasta lykkjur í þessar umferð. Og hér ég komin út á enda umferðarinnar og þá gott að snúa verkinu rétt. Þetta í rauninni toppurinn á egginu sem við erum að byrja á og til þess að þetta sé allt saman rétt staðsett. Þá förum við yfir í umferð 4 og í henni útaukning. Við gerum eina fasta lykkju eins og venjulega, byrjum umferðina þannig og ég kem prjónamerkinu aftur fyrir á réttum stað. Þannig að núna útaukning í annarri hverjum lykkju. Þannig að ég gerði eina sem að prjónamerkið fór í og svo ger ég 2 saman. Hér 1 fasta lykkja og svo í næstu 2 saman, svo sjáum á hér. Og þannig koll á kolli.
Þannig að 1 og svo 2 saman. Og í lokin eru þá 18 lykkjur komnar í verkið. Þá hefst 5. umferð og í henni er engin útaukning, heldur bara farið einu sinni undir hverja lykkju. Og byrjum alltaf eins með fyrstu lykkjuna, að taka prjónamerkið frá, setja það aftur á og svo fyrir einu sinni undir hverja lykkju og geri fasta lykkjurnar. 7. umferð hefst á einni lykkju, einni fasta lykkju undir lykkjuna, einstök lykkja og þarna gengur eitthvað illa með prjónamerkið, svona. Og eina staka í viðbót og svo 2 saman í næstu lykkju. Og þannig koll að kolli. Svo 2 stakar í sikkvora lykkjuna og svo 2 saman í næstu lykkju, undir næstu lykkju. Þannig að þessi útaukning í þessari umferð gefur þá að það verði 24 lykkjur í verkinu. Og hér er ég komin út á enda alltaf í útaukningu að gera 2 lykkjur saman í síðustu lykkjuna. Þá er komin 24 lykkjur. Það sem gerist þá er að í umferð 7, sem er næsta umferð, til 12, þannig að næstu 6 umferðir er farið einu sinni undir hverja lykkju og þannig koll að kolli í 6 umferðir er þangað til við erum búin með 12 umferðir. Engin útaukning, bara að vinna verkið áfram. Og ég mæli með að nota prjónamerkið til að sjá upphaf hverjar umferðar, þannig að það bætist ekki óvart í eða fækki lykkjum. Sko. Þá er ég búin með 12 umferðir og umferð 7 til 12 voru bara 24 lykkjur á verkinu. Þá hefst umferð 13 og þá hefst affylling, en við byrjum á einni venjulegri fasta lykkju og ég kem prjónamerkinu fyrir. Og geri eina venjulega fasta lykkju í viðbót, þannig að það eru 2 fasta lykkjur í röð. Og þá hefst affyllingin. Hún er þannig gerð að við fer undir 1 band á næstu lykkju, sæki bandið og dregi gegn bara einu sinni. Fer undir 1 band á næstu lykkju, geri eins sæki bandið, dregi gegn. Þá eru 3 lykkjur á nálinni, sæki bandið og dregi gegnum þær allar. Þarna fækkaði ég einni lykkju. Geri venjulega fasta lykkjur undir næstu 2 lykkjur. Og svo affellingar lykkjuna aftur. Fer undir 1 band, sæki bandið og dregi gegn. Fer svo strax aftur undir 1 band á næstu lykkju. Sæki bandið og dregi gegn. Sæki bandið svo aftur og dregi gegnum allar 3. Og þannig koll að kolli. 2 fasta lykkjur í næstu 2 lykkjur. Stakar. Og svo affyllingar lykkjan. Þar fer ég bara undir 1 band og 2 í röð, sæki bandið á milli, sæki bandið svo í lokin og dregi gegnum allar 3.
Að þessari umferð lokið þá eru 18 lykkjur aftur komnar í verkið. Umferðin endar á affyllingarlykkjunni. Og þá hefst 14. umferðin og í henni er líka affylling nema núna er bara ein fastalykkja á milli en ekki tvær eins og var á undan. Þannig ég geri þessa einu, set prjónamerkið á og fer svo strax í affyllingu með því að fara undir eitt band, sækja bandið, fara strax aftur undir eitt band, á næstu lykkju sækja bandið og draga í gegnum allt. Og þannig koll af kolli umferðina út. Ein venjuleg lykkja og svo affylling. Og eftir þessa umferð eru þá 12 lykkjur eftir á verkinu. Og það er þá þessum tímapunkti sem að við setjum tróð eða fyllingu inn í eggið. Hafa prjónamerkið á sínum stað. Byrjum að því að koma endanum frá því í byrjun fyrir ofan í egginu og ég er að þessu sinni ekki að nota pólíester fyllingu eða eitthvað slíkt, heldur bara afganga. Ég geri það mikið að nota svona bómullarafganga sem ég á mikið til af og þannig að ég bara fylli eggið eins og mér finnst henta best af þessum afgöngum. Og þá er í raun bara ein umferð eftir, það er 15. umferðin. Og í henni er bara affyllingar lykkjan. Þannig að ég byrjaði að taka prjónamerkið frá. Ég er ennþá að vinna með prjónamerkið og byrja á því að fara bara undir eitt band á fyrstu lykkjunni, sækja bandið, fara í gegn, fara svo undir eitt band á næstu, eitthvað óstýrlát, svona, og sækja svo bandið aftur og fer í gegnum allt og set prjónamerkið þar á. Þetta er fyrsta lykkjan, þannig að ég veit hvar ég byrjaði til að vita hvar ég á að enda. Svo ger ég þetta bara koll á kolli, undir eitt band og 2 lykkjum í röð, sæki bandið á milli en fer ekki alveg í gegn fyrr en alveg í lokin. Og með þessu erum við þá að fækka aftur niður í 6 lykkjur eins og við byrjuðum með. Og þegar ég er komin allan hringinn enda ég á að gera eina keðjulykkju í upphafslykkjuna bara til að geta síðan dregið í gegn.
Geri keðjulykkjuna hér. Og dreg svo bandið í gegn og klippi frá. Og það eru ýmsar aðferðir við að ganga frá þessum enda. Þetta er það gróft og þægilegt gagn að það er lítið sem það er að gera, koma endanum bara aðeins fyrir með nál þannig að það rakni ekki upp og klippa frá. Þá er í rauninni eggið tilbúið, þannig að þetta getur líka staðið eitt og sér sem borðskraut eða skraut í glugga, eða það er líka hægt að setja band í toppinn og láta þetta hanga á grein eða eitthvað slíkt. En við ætlum að halda áfram og gera eyru. Og þetta er svona eiginlega prótótýpan sem ég gerði fyrir helgi og mér finnst eyrun vera svolítið stór. En ég gerði aðra týpu með aðeins minni eyru. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hér í þessu myndbandi hvernig ég geri minni útgáfuna af eyrunum, en í textalýsingu hér fyrir neðan finniði uppskrift af stærri eyrunum líka. Þetta er sama aðferð, það er bara nokkrum umferðum fleiri. En ég byrja eins og ég byrjaði á egginum, það er með galdralykkjunni og ég held mig bara við mína aðferð. Minni á að það er hægt að sjá á YouTube-rásinni minni aðferð til að gera galdralykkjuna með grófara gatni sem er auðveldara að sjá kannski. Og því næst ger ég 4 fastalykkjur í hringinn. Það er þá umferð 1. 4 fastalykkjur í upphafshringinn. Og svo dreg ég hringinn saman með því að toga í litla spottan. Þetta er náttúrulega ansi lítið en við vinnum okkur bara áfram með það. Önnur umferð er þannig að hún er strax útaukning, en ég fer einu sinni undir fyrstu lykkjuna og kem prjónamerkinu þá strax fyrir til að vita hvar ég er að byrja. Og í kjölfarið fer ég 2 undir næstu lykkju. Þannig að það var einu sinni undir fyrstu og svo ger ég 2 lykkjur í næstu lykkju og eina í þá þriðju og fer svo 2 undir þá 4. og þá eru samtals 6 lykkjur á verkinu. Og við förum strax í umferð 3 með því að taka prjónamerkið af, gera eina lykkju, eina fasta lykkju, alltaf undir 2 bönd eins og venjulega. Og í þessari umferð 3 að þá fer ég bara einu sinni undir hverja lykkju, hverjar 6 lykkjur. Strax hægt að snúa við verkinu þannig að það snúi rétt. Þannig að engin útaukning í umferð 3.
Og umferð 4 hefst eins og allar aðrar með að taka prjónamerkið af, gera eina lykkju sem þá fyrsta lykkja umferðarinnar og festa prjónamerkið aftur á. Og í þessari umferð ætlum við að gera 2 stakar, þetta þá seinni staka og svo fer ég 2 svar í undir næstu lykkju. Þannig að það útaukning í þessari umferð og í lok umferðar eru 8 lykkjur á verkinu. Þannig að 2 svar, 2 stakar undir sikkvora lykkjuna og í 3. lykkju eru gerðar 2 fastar lykkjur. Þannig að við endum með 8 lykkjur. Í umferð 5 og 6 engin útaukning, heldur förum við bara einu sinni undir hverja lykkju. Þannig að ég spila það rætt hér. Þannig eru 8 lykkjur á verkinu og við förum þá 2 umferðir í röð með enga útaukningu. Hér erum við þá komin að lok 7. umferðar og hefjum þá 7. umferð og þá strax hefst affelling. Þannig ég byrja á að gera eina venjulega fasta lykkju sem fyrsta lykkjan, kem prjónamerkinu fyrir og fer í affellingu. Fer undir aðeins 1 band, sæki bandið, dreg í gegn, fer undir næsta band, 1 band á næstu lykkju, sæki bandið, dreg í gegn, sæki bandið svo aftur og dreg í gegnum allar 3 lykkjurnar á nálinni. Gera eina venjulega fasta lykkju og svo affellinguna aftur. Og umferðin endar á því að fara að gera 2 venjulegar fasta lykkjur. Það svona ójöfn tala í þessari umferð. En þá eru 6 lykkjur komnar aftur í verkið og síðasta umferðin, 8. umferðin, þannig að við förum einu sinni undir hverja lykkju. Förum hringinn, 6 lykkjur og þannig að í minna eyranum þá bara 1 affellingar umferð og það 7. sem var undan þessari. Þannig að þetta síðasta umferðin, einu sinni undir hverja lykkju, venjuleg fasta lykkja sem endar með keðjulykkju í rauninni fyrstu lykkjuna, fyrstu og síðustu lykkjuna. Hér hún, þannig að þá getum við bara klippt, athuga hvort þetta sé ekki jafn stórt. Jú, þetta sleppur. Þá klippum við bara frá og drögum í gegn. Og það engin fylling í eyrunum, þau eru það lítil, en ég kem bara endanum fyrir og treð honum bara einhvern veginn ofan í. Gott að nota bara skærin til að hjálpa sér við þetta. Þau standa alveg vel spert, sérstaklega þegar maður að nota Friendly Yarn garnið, bómullargarnið sem ég að nota. Þannig að þá það bara að þræða endan upp á nál
og sauma eyrað á. Ég hraðspóla nú bara hér að því ég er ekki meistari í útsaum eða að sauma í, þannig að ég hrædd að þið dæmi mig fyrir tröllslegar aðferðir mínar, en ég bara svona festi þetta á eftir bestu getu og kem endanum svo bara fyrir frágang og klippi bara frá. Þá er þetta bara tilbúið. Og þar sem að ég er ekki stolt af útsaums aðferðum mínum og vil kannski ekki vera með sérstakt kennslumyndband í þeim, að þá ætla ég ekkert að sýna ykkur hvernig ég fer að því að gera andlit. Því ég veit að þið eru örugglega mun betri í því. En svona er sérst útkoman, þannig að gangi ykkur vel og gleðilega páska og hlakka til að sjá ykkar útgáfur af þessu.